Góðan dag og velkomin í Gunnar Brassas. Jæja, 5 eða 6 mánuðir síðan ég tók upp seinasta þátt. Ætlaði ekki að hafa þetta svona langt á milli þáttan, en lífið gerist bara. Hér var til dæmis leki fyrir jólin í nóvember, desember og ég þurfti að taka allt úr vinnustofunni minni, setja það inn í herbergi af því hér þurfti að leggja nýtt parkett og alls konar. Það er sem sagt að kom leki þarna inn á baði og sem að eyðilagði, fór hérna inn á vinnustofuna og eyðilagði parkett og svona. Þannig að ég mátti taka allt saman út og svo ákveði bara, ok, nú ætla ég að setja bara hvern hlut á sinn stað, finna staðinn, rétta staðinn fyrir alla hluti. Og ég byrjaði vel og tók til og fann réttu staðina fyrir hlutina. En svo bara, svo kom meira dót, ég fékk gefins eitthvað dót og ég fór að vinna í einhverju og það fór allt bara í rugl. Þannig að ég má byrja núna aftur að fara að taka til, en það er ekkert mál. Ég tók þátt í Garnival, þar sem ég var þarna að selja hluti. Garnival sem var fyrstu helgina í mars, ég man nú ekki alveg dagsetninguna. Ég hef verið áður og ákvað núna að koma með eitthvað nýtt. Og ég á tösku sem að ég hef notað rosalega mikið, sem ég keypti mér fyrir nokkrum árum. Og mér langaði að gera eitthvað svipað. Þetta væri svolítið gott snið á töskunni og til þess að taka með sér. Ég tek hérna með mér niður í vinnu og bara út um allt. Þannig að ég fór að prófa og þetta var fyrsta, þessi hérna. Hér var ég með svona crazy quilt sem að ég átti og ég ákvað að prófa þetta. Hún var svolítið lítil og skökk. Þannig að ég hugsa bara að þetta er bara fínt, þá á ég hana bara. Þannig að ég fann öðruvísi snið og ég fór að gera úr flaueli og gömlum útsaum og setti svo svona borða svona til þess að ramma inn útsauminn. Og ég átti flauel í nokkrum litum. Þannig að ég fór að prófa svona að gera nokkrar. Og það er svo gaman að finna út hvaða útsaum ég ætti að setja á hvaða tösku. Svona, þannig að þetta myndi passa allt saman. Og hér er ein svona ljósbrún og grá. Og þessar eru allar með vasa hérna á hliðunum og vasa líka hérna inni. Ég er alltaf svo fegin þegar ég finn eitthvað svona verkefni sem ég get unnið og selt sem að nýtir efnin sem ég á hérna niðri hjá mér. Eins og ég hef áður talað að þá er ég að sanka að mér, efnum. Já, alveg góðan lager hérna, þannig að þetta er frábært verkefni í það, að því eins og í fóðrið, að þá er bara alls konar fóður sem að mér finnst passa við, sem sagt, ytrabyrðið, eins og til dæmis hér, þá er þetta gamall dúkur sem að ég litaði. Og hérna er, það er alls konar efni í fóðrið. Það var ekki bara flauels og þessi típa, en heldur fór ég að gera líka svona poka. Þessi reyndar ekki með svona hliðum og vösum. Hérna er svona stærri þura
Og hér líka efni sem að ég litaði í fóður. Og hér önnur þura og hún með vasa hérna innan á. Já, ég var bara með eina svona tösku sem sýnir svona hérna á Garnival og hún vakti athygli, þannig ég hugsaði bara ok, þetta eitthvað sem að fólki líkar. Þannig að ég sagði það að ég myndi gera fleiri og auglýsa þar á Instagram sem ég og hef gert. Þannig að ég hef bara auglýst þetta og fólk hefur komið svo bara til mín hingað á vinnustofuna, skoðað og valið sér tösku. Ég hef ekkert mikið verið að prjóna undanfarið, eða þannig, ekkert mörg verkefni. Hér eitt sem ég þarf að fara að klára. Þetta vesti, þannig að framhliðin svona og bakhliðin bara svört. Og það ekkert tekið neitt út fyrir handveginum, þannig heldur þetta bara það, þannig að þetta fer svona aðeins út á axlirnar. Bara svona bein stykki. Var bara svona að leika mér með garnið sem ég átti hérna heima. Þannig ég þarf að fara að klára þetta. Ég þarf að fara að skarta þessu. Þetta svona alveg á lokametrunum. Á aðeins, ég byrjuð hérna að sauma saman hliðarnar og svo ég eftir að bara fella af og klára bakstykkið. Og gera svo hálsmálið. Finna út svona hvernig ég vil hafa hálsmálið og ermaopin. En annars það ekkert mikið eftir af þessu. Svo tók ég að mér svolítið stórt verkefni, ég veit það ekki. En allavega, eitthvað sem ég hef ekki gert áður. Og það að prjóna jakka, svona í lykkjuprjóni. Og þið sjáu hérna. Þetta eftir uppskrift frá Lerkebakar. Og ég að gera jakka fyrir Berglindi. Og hún vildi hafa hann rauðan. Og ég að setja svona alls konar rauða tóna saman og einhver staðar svona glimmerþráður og einhver staðar svona aðeins dekkri, svona eins og brúnn eða vínrauður eða eitthvað. Þannig að ég hef verið að gera þetta svona yfir sjónvarpinu. Maður svolítið lengi að prjóna þetta og þegar maður þarf að búa til lykkjuna. Þess að önnur umferðin þá ertu að prjóna og gerir lykkjurnar og hinn á röngunni prjóna brauðið og svo þarf maður að toga í lykkjuna til þess að festa þær almennilega og svona, þannig að þetta tekur allt sinn tíma. Aðeins öðruvísi heldur en þegar ég vön að prjóna, af því ég prjóna frekar hratt og get bara svona, svona liðið áfram, en það ekki alveg í þessu. Svo að því ég vissi ekki alveg hvernig stærðin yrði og allt það, að þá ég sem sagt búin hérna með bakstykkið. Já, kom í ljós í gær þegar Berglind kom og ég gat notað þetta við hana. Ég sem sagt komin upp af hálsmáli á bakstykkinu. Þetta verður bara svona stuttur jakki, þess að hérna byrjar ermaopið. Þetta sem sagt verða svona laskaermar. Ég búið með bakstykkið nánast, ég að klára annað framstykkið. Ég komið með hálfa ermi, þannig ég hef svona gripið í að prjóna bara alltaf næsta og næsta stykki af því að ég þurfti að sjá hvort að þetta væri eitthvað sem passaði á Berglindi. Og þess vegna þetta svona, ég ekkert að klára hvert stykki fyrir sig, heldur svona fer ég þá bara í næsta og næsta og næsta. En þetta þarf að klárast núna fyrir miðjan júní. Þannig að ég sé fram á að geta það alveg auðveldlega. Þetta tekur rosalega mikið garn. Þannig að þegar maður að búa til lykkjur, í annarri hverju umferð,
Það fer alveg slatt af garni í þetta, en mjög gaman að gera þetta. Og þetta verður, ég segi ekki kannski þungt, en þetta verður ekki létt flík. Þetta verður ekki þannig að hún bara finn ekki fyrir því að vera í þessum jakka. En gaman. Annað verkefni sem ég tók að mér fyrir Berglindi og það er að ég var að hekla blóm. Sjáu þetta. Svona lítil blóm og þetta verður sem sagt á veisluborðum. Hún er sem sagt að fara að gifta sig núna í júní og mér langaði svo að gera eitthvað. Ég spurði hvað get ég gert eitthvað fyrir þig? Get ég gert eitthvað skraut eða eitthvað? Og ég kom með þá hugmynd að gera eitthvað svona blóm eða eitthvað. Fyrst var ég að tala um að hvort ég ætti kannski að hekla brúðarvöndinn. Nei, hún vildi það ekki, ekkert mál. Og þá svona spannst þetta áfram og það var ákveðið sem sagt að ég myndi hekla bara svona lítil blóm. Og notaði þá útsaumsgarn í þau og það lá við, þegar ég var að gera þetta, það lá við að ég var jafn lengi að ganga frá endunum eins og ég var að hekla blómið. Og ég var eitthvað svona að dæsa yfir þessu, hvað það væri nú svolítið maus að ganga frá endunum. Þá segir hún, það þarf ekkert að ganga frá endunum. Þau geta bara verið svona eins og með stönglum eða eitthvað. Þannig að ég fór að gera það. Þannig að hér eru blómin með ófrágengnum spottum, nema ég bara batt þau saman. Ég batt þau saman hérna upp í blómið, þannig að það myndi nú ekkert rakna upp. Og ég er komin með 250 blóm. Ég held að það sé alveg nóg. Þannig að þau verða sett bara svona hér og þar. Þú veist, það er dúkuð borð og svo blómin fara svona hér og þar. Þannig vonandi á það eftir að skreyta svolítið. Skemmtilega. Nú er ég að vinna í því að undirbúa fyrirlestur sem ég ætla að halda á prjónagleðinni. Svana sem sér prjónagleðina hafði samband við mig og spurði hvort ég væri til í að halda námskeið. En ég var ekki alveg til í það. Kannski var það því ég hélt 3 seinast fyrir árið síðan og ég sagði sko, nú langar mig eiginlega bara að vera með. Vera bara gestur á hátíðinni og geta svona bara notið þess að vera þarna. Vera ekki alltaf að kenna. En ég bauð henni það að ég geti haldið fyrirlestur, af því hún var að tala hún ætlaði að hafa fyrirlestur á laugardeginum í félagsheimilinu. Og hún þáði það og ég ætla að hafa fyrirlestur sem heitir Skapandi útsaumur í prjón og textíl. Það er að segja, ég ætla ekki að hafa þetta bara það sem við kemur prjóni, heldur líka í föt eða annan textíl. Ég á náttúrulega sýnishorn fyrir þau námskeið sem að ég bauð upp á útsaumur í prjón og þar eru tilbúin sýnishorn. En nú ætla ég að vera með líka í textíl og svoleiðis, þannig að ég þarf að gera svolítið af pröfum fyrir það og ég hef verið svona að hugsa hvernig pröfur ég ætti að gera og ég er byrjuð hérna á skyrtu sem að ég keypti mér í fyrra eða eitthvað og hef notað svolítið mikið, en mér finnst hún alltaf vera svolítið svona bara ljósblá, einlit. Þannig að ég ákvað að sauma þess út í hana. Ég byrjuð hérna á framstykkinu að gera bara svona þræðispor hérna niður með hnappakatalistanum og svo er ég að gera hér í bakið. Stendur títubrotinn út. Þá er ég að gera hérna í bakið svona efnisbúta og hérna sauma þá niður. Og svo er ég svona að spá í hvað ég að gera, hvort ég að gera eitthvað meira í þessa skyrtu, það kemur í ljós. En ég er aðeins að vinna í þessu
Ég átti gallaskyrtu sem að ég notaði rosalega mikið. Ég er búin að eiga hana örugglega í 4-5 ára eða eitthvað. Og það lá við að hún væri komin í hengla. Ég var búin að sauma þess út í hana, setti gamalt út sem stykki á bakið og svona. En hún bara var algjörlega orðin búin. Þannig að ég fór og keypti mér nýja gallaskyrtu. Hefði nú alveg viljað fá hana aðeins dekkri en það var ekki til, þannig að ég bara allt í leið, þá er þetta bara svona. Og ég ætla að skreyta hana. Og ég er svona að vera að hugsa hvað ég ætla að gera, eða þú veist hvað ég vil gera. Og er komin nokkra hugmyndir. Sá svo þetta hjá mér í gær. Þetta hérna stykki. Þetta er, sem sagt, þetta er hörefni. Og ég þrykti þetta munstur þegar ég var á Skals hérna 2011, þegar ég var í hérna námsleyfinu. Og svo saumaði ég aðeins út í svona nokkra fleti. Og svo hefur þetta alltaf verið bara svona. Og ég ekkert vitað almennilega hvað ég ætlaði að gera við þetta. Þannig að nú fékk ég hugmynd í gær hvort ég ætti kannski bara að skella þessu á bakið. Sauma það bara niður á bakstykkið og skreyta þannig skyrtuna. Ég veit það ekki alveg, svo er ég líka með aðeins öðruvísi hugmyndir, en það væri skemmtilegt að finna þessu verkefni einhvern tilgang. Ekki bara alltaf hafa þetta hérna í kassa hjá mér. Þannig að, já, ég held að það gæti alveg komið svolítið vel út. Kemur í ljós. Ég ætla allavega að klára þessa skyrtu og gera svona prufur að verkefnum, sem sagt, að svona öðrum verkefnum og aðeins að hugsa hvernig ég vil hafa þetta. En það er sem sagt, hvað er það, 1,5 vika þangað til prjónakleiðin er. Þannig að, já, ég get alveg náð þessu, það er ekkert vandamál. Ég hlakka mikið til að fara á Blönduós. Þetta er alltaf svo skemmtilegar helgar. Svo er ég aðeins að spá í líka svona hvað ég ætla að gera næsta vetur. Ég er sérst búin að segja upp stöðu minni sem grunnskólakennari og ætla þá að vera bara sjálfstætt starfandi, vera með námskeið og svona alls konar sem að mér dettur í hug. Ég fæ oft svona einhverja hugmyndir og hérna þá er ágætt að hafa tóm til þess að vinna í þeim og hérna eins og þegar ég fékk það hugmynd að fara á Hvammstanga með námskeið. Þannig eina helgi, hvað 1-2 ár síðan. Nei, var það ekki bara seinasta vor? Já, var bara seinasta, tíminn er svo fljótar að líða. En allavega, ég er alveg dottin út úr tíma, mitt tímaskinn er bara ekki í lagi. Allavega að sú helgi þarna á Hvammstanga var mjög skemmtileg og hérna gekk vel. Og mér langar að gera svolítið meira af því eða fara út á land að kenna. Og svona þannig að það er ýmislegt sem ég er svona spökulera. Og fleiri námskeið. Fleiri gerðir af námskeiðum. Því það er alveg ýmislegt sem ég get kennt. Og ég er með svona hugmyndir að verkefnum sem að mér langar að prófa og athuga hvort að hérna sé kannski einhverjir sem vilja koma og læra þær aðferðir. En það kemur í ljós seinna. Ég ætla að hafa svona sumarið í það að vinna í þeim. Þannig að þetta er bara spennandi tímar framundan. Breyting. Ég er búin að vera grunnskólakennari eða textílkennari síðan 89, sem er 36 ár. Og það er bara gaman að breyta til og prófa að vera sjálfstæð í þessu. Ráða mínum tíma sjálf. Þannig að þetta verður bara gaman. En ég held að ég segi þetta bara gott í dag. Ég ætla ekki að láta líða núna 6 mánuði, 5 eða 6 mánuði, þangað til næsti þáttur kemur út. Ég þarf líka að fara að hóa í fólk sem að
vill koma hefur sem sagt gefið mér jákvætt svar það að koma í viðtal. Eins og til dæmis á Garnivali, þá hitti ég fólk og sem var að segja mér frá kannski sínum verkefnum eða eitthvað og ég bara, heyrðu, ertu til í að koma í viðtal? Þannig ég svíf alveg á fólk og athuga hvort að þessu til. Þannig að nú þarf ég að vinna í því. Nú ég byrjuð aftur, þannig að þá bara að halda þessu áfram. En allavega, ég segi bara takk fyrir að horfa og við sjáumst í næsta þætti.